Mér er fúlast alvara að þetta mjög alvarleg myndlist og ekki til að gera grín að. Myndasögur eru geysi vinsælar víða heim. Í Bandaríkjunum, Japan og Belgíu, svo dæmi séu tekin, eru þær viðurkennd afþreying og að minnstakosti jafn útbreiddar og aðrar bókmenntir. Þó svo að víðast hvar sé jafnan litið niður á þær taldar til svokallara lágmenningar og jafnvel sora. Menn vaksa upp úr myndasögum, bæði teiknarar og lesendur, á svipaðan hátt og þeir fara að hlusta á eða spila alvarlega tónlist. Í staðinn fyrir garg snúa þeir sér að alvarlegri myndlist. Það er engin hefð á Íslandi fyrir myndasögum. Í rauninni er varla hefð fyrir neinu. Ísland er svo ungæðislegt þjóðfélag á 20. öld. Það táknar það að menn geta verið að gera einhverja andskotans vitleysu á þess að vita neitt það og gera einhverja algjöra snilld líka á þess að vita neitt það. Þeir hafa ekki eldri kynslóðir og hefð til þess að drattast með á bakinu. Íslenskir myndasögu teiknarar hafa nær allir stunda þetta sérkennilega áhugamál sitt í frístundum og örfáir teiknarar geta lifað af þessu tímafreka tómstundagamni. Það er náttúrulega ekkert öðruvísi með íslensku myndasöguna og þá útlensku að, eins og ég segi, 90% af því er bara drasl. Alveg eins og með skáldsögur, ég meina ég veit ekki hvaða prósentur hlutfall er á þeim sem er bara drasl, ég meina miðað við heildarútgáfu í heiminum. Svo koma perlurnar inn á milli, sem að gera það verkum að maður hefur trú á miðlinum sem slíkum. Muggur eða Guðmundur Thorsteinsson gerði í byrjun aldarinnar myndaraðir sem minna margt á myndasögur og ekki fjarri lagi að kalla hann fyrsta húmoristan í íslenskri myndlist. Myndaseríurnar Búkollu, Sálinans Jónsmís og Dimmalim sýna að hann hafði næmt auga fyrir hreyfingu í myndum. Árið 1921 teiknaði Muggur 5 ramma seríu, 3 yngismeyjar, en hún sýnir 3 hefðarstúlkur að leik. Það má líta á hellamálverkin í Frakklandi sem myndasögur og bæði Bayeux, refillinn frá 11. öld og Valþjófsstaðahurðin segja sögur í myndum. En teiknimyndasagan eins og við þekkjum hana hélt nýlega upp á 100 ára afmæli sitt. Margir spá því að myndasagan eigi skammt eftir ólifað. Í teiknimyndasögu þá getur raun og veru tekið atburð sem gerist á 5-6 sekúndum og búið til 30-40 sína blað það út af því að þú getur svo mikið pælt í augnabliki án þess að fólk verður vart við að sagan sé langdregin eða eitthvað slíkt. Ef ég væri að reyna að koma sögum mínum fram mér til dæmis sem leikriti, þá þyrfti ég heilt leikhús og urmul leikara til að vinna þessu með mér. Sama sagan ef ég væri að reyna að gera þetta sem kvikmynd. En myndasagan er nógu einföld og ódýr til að einn maður getur gert allt. Tryggvi Magnússon var mikilvirkasti skopmyndateiknarinn hér á landi langt árabil. Stíll hans mótaði meðal annars tímaritið Spegilinn lengi vel. Margt af því sem Tryggvi teiknaði í anda teiknimyndasagna, þó hann gerði aldrei hreinar og klára myndasögur. Eins og þessar myndir bera með sér náði hann vel að túlka hreyfingu í myndum. Allir þekkja skopmyndir Halldórs Péturssonar af þjóðfrægum persónum og myndskreytingar í barnabókum. Hestarnir eru til að mynda sígildir. Til eru örfáar myndasögur eftir Halldór sem hann gerði á barnaskólaaldri og fyrir Spegilinn. Ég byrjaði að teikna mjög ungur og
ég hafði afskaplega mikinn áhuga á teikningum og svo kom það nokkuð að sjálfu sér að ég fengi áhuga fyrir myndasögum. En þegar ég kem full blast inn í myndasöguveröldina og fer að taka þátt í henni þá hafa þau tíðindi orðið að myndasöguinnflutningur frá Bandaríkjunum hafði stoppað gersamlega. Hann hafði verið talsvert mikill í stríðinu og upp úr stríðinu og trúlega hefur verið klásúla í Marshall-samningnum það að Íslandingar keyptu stóran kvóta af myndasögum frá Bandaríkjunum á sama hátt og þeim var gert að flytja inn svo mikið af kvikmyndum. Þannig að það hætti algjörlega, lokaðist algjörlega fyrir allt Hansablaðsleyfi frá Bandaríkjunum. Það var náttúrulega til lager af gömlum Hansablöðum og síðan var ennþá streymi, svona óafsýlt streymi gegnum völlin og auk þess komið og voru selda í gegnum lúgu einhverstaðar í aðalsveldinum. Svoleiðis að menn áttu stóru staflana af Hansablöðum og voru gjarnan með blöð sem voru leiðir á og þannig myndaðist þessi markaði fyrir framann Austurbæbí og Gamla bíó. Ég kynntist myndasögum fyrst í 3 bíó. Þá voru stórir hópar barna, ekkert sjónvarp í gangi, stórir hópar barna við bíóin, langar biðraðir, margar klukkutíma afgreiðsla og Dell-blöðin og alls kyns slíkt í gangi og underground-blöð bandarísk sem komu mikið út á árunum milli 30 og 40 var mjög frjósamt tímabil í myndasögum. Eitthvað af slíkum blöðum sem þóttu svo ljót að það var bannað fyrir börn og þetta var svona visst underground í þessu. Síðan komu dönsku blöðin, það var lesið að mikill græki og svo náttúrulega voru einhverja myndasögur í dagblöðum, Markus og X9 og fleira. Sumar seríur hafa haldið velli í íslenskum dagblöðum í áratugi eins og Binn og Pinni og Stína og Stjáni. Þarna voru bæði Tarzan, Roy Rogers og Ron Reinser og svo allar þarna Bugs Bunny og þessar skrípóhetjur. Þessar útlensku sögur voru mjög misjafnar, allt frá Ferdinand eða Gissuri Gullrass til glæpamannaveiðarans Rip Kirby. Það var engin landamæri, Markus, hann var alveg eins íslensku eins og erlendur, hann var bara teiknimyndahetja. Á þessum tíma þá var maður ekkert að pæla í að það væri gert eitthvað hérlendis en svo fór svo hugmynd að kvikna náttúrulega. Árið 1960 birtist sagan Bubba litla eftir Harald Einarsson reglulega í Vikunni, en þar hætt hafsins lýst með augum lítillar drengja. Haraldur teiknaði talsvert fyrir íslensk dagblöð til að mynda Auðuns sögu vestfirska, frásagnir af víkingum og vestuförum og ekki síst Pétur prófast í dagblaðinu. Mitt ár 1964 kynnti Þjóðviljinn fyrstu íslensku myndasöguna í dagblaði, sögu Haralds harðráða hins norska sem fór vígaferlu meðal væringja í Garðaríki, Miklagarði og víðar. Höfundurinn Kjartan Guðjónsson gerði 1000 skissur fyrir 220 mynda sögu, svo ekki nema von að honum hafi sagst svo frá í viðtali við Þjóðviljan á þessum tíma að myndasögur væru tímafrek iðja. Haraldur Guðbergsson að mörgu leyti merkilegur í íslensku myndasögugerðinni. Hann var með svona miklaða, þykka útlínu. Já, ég bara man ekki eftir mér öðruvísi en að ég væri að teikna. Svo byrjaði þannig að ég fór bara að teikna myndasögur jafnvel inn á sporsýru bókum og hvaðina af því sem ég var að lesa. Og þetta hefur fylgt mér. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á þjóðsögum og fornaldasögum og eddukvæðum og það hlaut að koma að því að ég færi að hugsa að teikna þetta því ég var alltaf teiknandi. Haraldur myndskreytti þjóðsögur fyrir Morgunblaðið og fékkst einnig við teikningar og þjóðfélagsumræðu úr samtímanum. Gerði grín að árdögum sjónvarpsins, handrita heimkomunu, gervigosi fyrir túrista og miklu fleiru í speglinum.
eitt dæmi það hvað teikningarmennir í Morgunblaðinu voru vinsælar það að til mín komu þeir í Þjóðleikhúsinu og spurði hvort ég vildi hanna svið og búninga fyrir óperu Jóns Ásgeirssonar Þrymskviða. Og þetta skemmtilegt ævintýri fyrir mig. En þú ert allkunnugur þessum persónum á segja. Þú hefur gert mikið af teiknimyndasögum það, það ekki? Ég hef dundað við að teikna þessu eddukvæði. Og hefur ekki haft þá hliðsjón af fyrir teikningu þínu við þetta? Það ýmislegt sem hefur skotið upp kollinum úr teikningunum mínum sem hefur komið að nótum jafnvel. Raunverulega býið til teikningasögu við hliðina á textanum. Hann geti sem varierar með á alla vegu án þess að fara út fyrir ramma textan sko. Útlendingar höfðu áhuga á þessu efni en gallinn var sá að þær voru ekki lit. En þá kemur tölvan til sögunar. Ég var bara fyrstu sem fer að nota þessa fyrstu tölvu sko, til þess að teikna svona. Þessar singlertölvur eins og voru kallaðar. En óvart vildi svo til að ég var alveg hugfanginn af þessu og síðan hef ég bara setið við tölvu og teiknað. Og það allt annað líf sko. Ásamt öðrum gaf Ragnar Lár út Spegilinn nokkur ára skeið. Ragnar teiknaði söguna Valdimar Víking, myndasögu fyrir börn fyrir Alþýðublaðið og Valdimar sem seinna var kallaði Valli birtist svo árið 1968 í barnatíma Sjónvarpsins sem þá var að stíga sín fyrstu spor. Valli Víkingur fyrsta íslenska hreyfimyndin fyrir sjónvarp en tæknin við gerð slíkra mynda var á algjöru frumstigi á þeim tíma. Og viti menn, skyndilega þeyttist mikill strókur upp úr haffletinum og steig til himins með dunum og dynkjum. Hann hafði orðið vitni að sköpun nýs lands. Jú, það bar ekki á öðru. Svona urðu þá löndin til. Svona hafði þá Ísland orðið til. Snemma á 7. áratugnum gerði Ragnar myndasögur úr efniviði Gunnlaugssögu Ormstungu og Finnbogasögu Ramma. Hann þó þekktastur fyrir Bogga blaðamann. Miðbik 7. áratugurins birtist Stebbi Stælgæ á síðum tímans. Stebbi var svalur töffari með stíl sem stelpurnar dáðust að og svo mikill Bítla aðdáandi að hann mundi upp á hár hvaða mínútu hver Bítill var fæddur. Hann ærði mömmu sína með gítargutli, flekaði Evu í aldingarðinum og ferðaðist meðal Grikkja til forna. Stebbi var grunnhygginn en góðhjartaður og átti alltaf samúð lesandans. Höfundur hans, Birgir Bragason, gerðist síðar skrípateiknari, blaðamaður og smásagnahöfundur hjá Samúel og birti þar sögu næturklúbbana. Sagan næturklúbbana lýsir drykkjumenningu Íslendinga á óborgarlegan hátt.
Í kringum 1970 fekk ungur maður inni með teikningar sínar hjá Speglinum. Þessi maður hét Pétur Bjarnason. Teikningar Péturs frá þessum tíma eru nokkuð í stíl matblaðana vinsælu, enda þóttu matblöðin nýstárlega á þessum tíma. Pétur teiknaði talsvert af skrípamyndum þar sem hann gerði grína samtíma sínum, stofnun sjónvarpsins, Ólympíuleikunum í Mexíkó, síðasta geirfuglinum og fleira. Pétur fór tvítugt til Svíþjóðar, hélt áfram að teikna og þróaði sinn eigin svipsterka stíl. Pétur vakti fyrst athygli með myndasögunni Mix 1009 í sænska blaðinu Svenska serier og myndasögur Péturs Regínu og Drúsillu birtust daglega í Dagens Nyheter í 4 ár. Pétur teiknaði líka staka skopmyndir sem hann kallaði TV-panelin. Hann notaði ýmis nöfn eins og sést á þessum myndum. Pétur Bjarnason eða einfallega Peter Ísland. Pétur lést í janúar 1997. Siggavika eftir Gísla J. Ástórsson er afkvæmi síldarára og þorskastríða. Hún birtist fyrst í Alþýðublaðinu. Siggavika var fulltrúi hinna vinnandi stétta. Blíða vinkona hennar hugsaði í snúðum, klukkuna vantaði gjarnan 7 snúða í kaffi og frystihúseigandinn var kapitalistinn holdi klæddur, feitur og með vindilstúf. Litla Kiljan Sigguviku sem kom út árið 1978 er fyrsta íslenska myndasögubókin.